Það tala að kosta ríkið yfir 30 milljarða að tryggja eignarhald sitt á HS Orku með eignarnámi. Tæplega 50.000 manns skora á stjórnvöld að tryggja ríkinu eignarhald á orkuauðlindum landsins. Ef ríkið tekur HS Orku eignarnámi má telja að greiða þurfi Magma 33 milljarða í bætur. Jónas Margeir Ingólfsson. Tæplega 50.000 manns hafa nú áritað áskoru til stjórnvalda að koma í veg fyrir sölun á HS Orku og skora jafnframt á Alþingi að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu eignarhald á orkuauðlindum Íslands og nýtingu þeirra. Magma Energy nú langstærsti hluthafi HS Orku með 98,53% hlut en aðrir hluthafar í félaginu eru sveitarfélögin Garður, Grindavík, Reykjanesbær og Vogar með samanlagt 1,47% hlut. Magma Energy keypti hlut sinn í HS Orku af ýmsum aðilum en heildarfjárfesting Magma nemur 31 milljarði króna. Þá var hlutafé aukið rúma 2 milljarða en HS Orka hefur ekki greitt arð eftir að Magma Energy eignaðist meirihluta í félaginu. Fréttastofa Stöðvar 2 hefur áður greint frá því að til að verða við kröfum þeirra sem skrifað hafa undir áskorun til stjórnvalda að ríkið tryggi sér eignarhald á HS Orku verða beita eignarnámi eða semja við Magma Energy kaupin en samkvæmt stjórnarskránni verður fullt verð að koma fyrir eignarnám. Matsnefnd eignarnámsbóta metur verðið sem greiða þarf í bætur fyrir eignarnám en samkvæmt heimildum fréttastofu þyrfti nefndin að líta til heildarfjárfestingu Magma í HS Orku sem nú nemur rúmum 33 milljörðum króna. Þá þyrfti einnig að taka tillit til annarra þátta en bótaskylda ríkisins því að lágmarki 33 milljarðar króna en til samanburðar má líta til þess að niðurskurður hjá öllum ráðuneytum í fjárlögum var samtals rúmir 27 milljarðar. Forsvarsmenn áskorunar til stjórnvalda að tryggja eignarhald á HS Orku sjá fyrir sér að sala verði lögð fyrir dómstóla eða að sakamálarannsókn fari fram með málið. Jónas Margeir Ingólfsson tekur við. Fréttastofa Stöðvar 2 greindi frá því í vikunni að ríkið þyrfti að greiða Magma Energy rúma 30 milljarða króna ef eignarnámi yrði beitt til að tryggja eignarhald sitt á HS Orku en stjórnarskráin kveður á að fullt verði að koma fyrir eignarnám. Magma Energy keypti hlut sinn í HS Orku af ýmsum aðilum en heildarfjárfesting Magma í félaginu nemur 31 milljarði króna. Jón Þórisson, eitt forsprakka undirskriftalistans, telur þó að ríkið þyrfti ekki að greiða fullt uppgefið kaupverð fyrir HS Orku ef eignarnámi yrði beitt. Stærstu hluti kaupverðsins fjármagnaður innanlands með lánum á afar hagstæðum kjörum. Þetta eru kúlulán á 1,52% vöxtum sem óheyrt nú til dags og raunverulegir peningar sem hafa skipt hendur í þessum kaupum eru sennilega einhvers á bilinu 6-10 milljarðar. Þá kveðst Jón ekki sannfærður að eignarnám sé besta leiðin til að tryggja ríkinu eignarhald á HS Orku. Niðurstaða Magma-skýrslunnar að þeir telja sig ekki geta svara spurningunni hvort að þessi gjörningur sé löglegur eða ekki og að besta leiðin væri að fara með þetta fyrir dómstóla. Stjórnvöld hafa ákveðið að gera ekkert í því máli enn sem komið allavega. Við höfum líka bent á og höfum sjálfið okkur til stuðnings í því að það full ástæða til þess að það fari fram sakamálarannsókn á þessu máli öllu og þá ekki bara við sölunu til Magma heldur á einkavæðingarferlinu á HS Orku í heild sinni. Jón kveðst bjartsýnn á að krafa þeirra sem skrifað hafa undir áskorun til stjórnvalda verið tekin til greina. Hann segist þó ekki vita hvað leið forsætisráðherra telur best til þess fallna að tryggja ríkinu eignarhald á HS Orku en Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hefur boðað Jón og félag á fund í næstu viku.